Við ætlum að byrja á því að nota Nip and Fab Teen Skin ávaxtasýrupúðuna. Við ætlum bara að strjúka bómullunum svona yfir, en þetta jafnar áferðina á allri húðinni. Pure Cloud Cream andlitskremi frá Skin Iceland. Þetta krem veitir ofboðslega góðan raka og við ætlum að gera bara svona létta húð í dag, þannig að þetta er fullkomið undirbúningskrem. Við ætlum að nudda því svona vel inn í húðina. Við ætlum svo að nota Estée Lauder Day-Wear kremið. Kremið lítur svona út þegar það kemur úr túpunni og svo breytir það lit þegar við berum það á andlitið. Þetta krem veitir bara mjög fallegan, náttúrulegan lit og ekki of mikla þekju. Við ætlum að nota svona augabrúnagel frá Estée Lauder í litnum Light Brunette. Og ég ætla bara að greiða augabrúnahárin alveg upp með gelinu. Svo ætlum við að fylla örlítið inn í með svona augabrúnablýant. Og ég ætla bara rétt að fylla það sem ég finnst þurfa. Ég set örlítið af blýantnum hér og tek svo svona lítinn bursta og tek smá vöru svo ég hafi meiri stjórn á burstanum. Við ætlum að byrja á augunum og ég ætla að nota svona krem augnskugga frá Bobbi Brown og ég ætla bara að setja yfir allt augnlokið. Þetta er liturinn Sand Dune. Svo ætla ég að nota bursta frá Smashbox til þess að dreifa úr augnskugganum leið og ég er búin að setja hann á. Næst ætlum við að fara í eyeliner og ég ætla að nota frá Estée Lauder Double Wear Eyeliner í litnum Coffee. Og ég ætla að byrja á því að skissa bara meðfram ytri augnhárlínu og hafa hann þykkastan þar. Svo ætla ég að gera hann örþunnan að innri augnkrók. Svo ætla ég að taka svona skáskunn bursta frá Smashbox og dreifa úr eyelinernum. Og ég ætla að snúa burstanum þannig að pointy endinn snúi hingað og búi til spissinn fyrir mig. Ég ætla að nota svo augnhreinsi frá Estée Lauder og svona lítinn flatan bursta. Ég tek smá augnhreinsi í burstan og þá get ég hreinsað til undir eyelinernum og laga vænginn minn. Ég fylgi leiðinni sem neðri augnhárlínan fer, en hún liggur svona og svo hingað upp og þá fylgi ég þeirri línu til þess að búa til vænginn. Svo læt ég hann að horfa beint og fer yfir ef það kemur eitthvað fold í augnlokunum, þá fer ég yfir það þannig að línan sé bein þegar hún er opin og lokuð augun. Næst ætlum við að raða Duos og Trios sem bara horfa niður. Og ég set eitt svona þrefalt augnhár á endan. Og svo röða ég stökum með og einbeiti mér á því að hafa sem lengst af augnarum á endanum og þegar við viljum að það fylgi vængnum. Næst ætlum við að nota Volume Infusion maskaran frá Max Factor. Og við sameinum augnhárn hennar og gerviaugnhárn með maskaranum. Þannig að þetta verður mjög náttúrulegt.
Næst ætlum við að setja hyljara og við ætlum að nota Becca Aqua Luminous hyljarann í litnum Light. Við ætlum að bera hyljarann á með Expert Concealer burstunum frá Real Techniques og þessi hyljari veitir okkur bara ofboðslega létta þekju sem einmitt það sem við viljum núna. Næst ætlum ég að taka Real Techniques svamp, nýjan svona glimmer svamp og torfu og ég ætla bara að fara aðeins yfir hyljarann og allt andlitið og þrýsta öllu vel inn í húðina. Við ætlum að setja undir augunum með Rimmel Instamatt púðrinu. Það bara glært púður og ég ætla bara að setja rétt svo hyljarinn okkar færist ekkert til. Svo ætlum við að nota sólapúðri Bronze Goddess frá Estée Lauder. Ég ætla að nota það með svona stórum busta frá Real Techniques, númer 201. Við ætlum að setja svolítið vel af bronsanum, við ætlum að hafa svolítið sólkista húð og ég ætla að taka bronsun alveg út á eyra, við viljum ekki hafa hvítt eyra, vel á kinnarnar. Og ég ætla að taka örlítið af sólapúðrinu í skyggninguna hjá augunum. Og við ætlum að taka örlítið af sólapúðrinu líka aðeins hérna í ytri línuna. Við ætlum að nota Becca Shimmering Skin Perfector Pressed í litnum Moonstone. Og við ætlum að setja það sem við viljum aðeins draga meira fram. Andlitið. Og ég ætla að bæta við örlítið af eyeliner í innri augnkrók, bara í efri vatnslínu. Ég nota Semi-Nude varalitinn frá Bobbi Brown. Svo ætlum við að setja förðuna með Nip and Fab Illuminating Fixing Mist og loka.